dag það er 19. nóvember og núna svona næstu komin 6 vikur síðan ég fékk stroke. Eins og gerist þetta á snöggum tíma en það tekur langan tíma að komast akkurat í rétt form aftur. Hvað er búinn að gera síðan síðast? Ég er í iðjuþjálfun sem er svona og speech therapy og physical therapy. Iðjuþjálfunin er mjög gaman en það er að reyna að fá tilfinningu aftur í hendina, í fingurnar og hérna í andlitið. Svo ég á að gera alls konar æfingar, til dæmis með svona og er að vera sterkari í hendinni. Ég er svona frá því fyrstu iðjuþjálfunin og frá því á föstudaginn þá er ég 30% sterkari og það er bara mjög gott. Ég er líka með svona leirpott til að æfa svona litlu vöðvana í hérna milli fingran, kremja saman á milli puttana og reyna að fá litlu vöðvana til að æfast, ekki stóru vöðvana. Þannig að þetta gerir maður á hverjum degi. En það nýjasta er núna til að æfa það að fá tilfinningar í hendina, í fingurnar. Ég á auðvitað að vera duglegur að brjóta saman þvottinn af því þá ég að koma við ýmiss konar efni svo ég á að strjúka það í hendina svo fékk ég svona spýtu með mismunandi grófu efni á hverjum stað frá 1 og upp í 6 þá á ég að renna svona til og frá hendina og helst kannski að láta í þannig að Nancy gera það svo ég get loka augunum og segja ok, þetta er gróft, þetta er kannski 4 eða 5 bæði utan á og innan á en það var bara gott á föstudaginn, hún kom með svona eins og litla penna og í pennanum var lítið þráður, það er eiginlega fiskiþráður, svona fishing line og nummer 1 var þunnast, 2 aðeins þykkri og svo mjög þykkt. Svo hún byrjaði með nummer 2 og ég lokaði augunum og hún setti spjald fyrir framan svo ég verði ekki að svindla og svo snert hún hérna út allt. Ég fann alls staðar nummer 2 og gat rétta staðina nummer 2. Það er mjög gott að þá er ég að fá tilfinningu aftur í hendina. En ég bara fann hérna og aðeins hérna með nummer 1 en fann það alls staðar hérna með út að það eru hár. Þegar það er hárið þá finnur það með hárunum. Svo ég þarf að vinna betur. En það er mjög gott. Hún var mjög ánægð með það. Þannig að ég þarf ekki að fara í iðjuþjálfun fyrir eftir mánuð og þá pröfar hún mig aftur í sterkleika og tilfinningunni. Ég fattaði það allt í einu og ég gleymdi alltaf að reyna
gera hérna við andlitið. Ég alltaf bara að hugsa að fá hendina til að virka. Svo ég þarf að gera sama, hérna strjúka andlitið með efnum og hérna bara reglulega líka með skeggið og hendinni. Svo það bara rosalega gott. Með fyrsta tíman og fyrstu daginn þá svolítið mikið munur á bæði tilfinningu og hérna styrkleika. Það náttúrulega líka erfitt að tala. Ég ennþá svolítið þreyttur, þannig ég finn það og heyri það á mér þegar ég þreyttur. Þá erfiðara að tala og ég hljóma eins og einhverju útlendingur sem að læra íslensku upp á nýtt. En þetta bara eins og þetta bara tilvera núna. Ég þarf að fá meiri tilfinningu í hérna kinnina svo ég geti sagt orðin og r-ið. Rómverskur ritari, ég segi það á hverjum degi til að æfa r. En þetta alltaf, það stundum sem ég lendi á vegg, eins og ég var að tala við Brynju Sögu áðan og hvað var orðið? Það var tappi, held ég að var orðið. Það bara festist ég á og svo sagði Brynju Sögu og svo sagði hún aðeins hægar og ég sagði það einu sinni tvisvar og núna kemur það strax tappi. Það sum orð sem ég lendi á svona eins og vegg og ég þarf að hugsa upp á nýtt, tengja orðið aftur í heilanum svo þegar það kemur þá man ég það og það ekkert mál að segja það aftur. Þannig að þetta bara ágætis byrjun. Þetta náttúrulega tekur tíma, kannski 3 til 6 mánuði að komast svona í 95%. En mér finnst ég kannski vera 50, 60, 55% það sem ég var fyrir. Ég mjög líka ánægður með gítarinn. Ég gat ekki að vera falskur. Ég þurfti alltaf að horfa en ég get núna svona plokkað sem ég gat ekki fyrir viku, meiri viku. Það var föstudaginn síðasta sem ég gat spilað heilt lag og á þess að horfa, en þetta mjög góð æfing líka fyrir puttana og tilfinninguna að spila á gítar. Og svo þarf ég náttúrulega líka að æfa að syngja því röddin algjörlega farin og ég þarf að læra upp á nýtt að syngja. Svo það bara pirrandi og skemmtileg challenge í eitt. Svo bara ég prófaði að syngja í kirkjunni í dag og ég náði að halda svona smá lagi. Ég hef engan range og ekkert úthald, en það önnur saga. En svona ég í dag og þetta bara svona vídeoblogg til að bera saman. Kannski geri ég þetta svona 2-3 vikna millibili, bara svona þá getur maður heyrt mig tala og segja, vá,
það er mikil munur frá því síðasta vídeó hvernig hann talar og hvernig svo ég ætla að útskýra svona ganginn, hvernig gengur að finna og svoleiðis og hvernig þetta allt kemur saman. En það er já, þetta er merkilegt sko. Ég lærði það til dæmis að það er eitthvað svona ættgengt hugsanlega, það sem er æðin upp í heilann, þetta á að vera beint, já, þetta á að fara beint hérna. Við sem gera þetta aðeins betur. Hvað er þetta? Þetta á að vera beint hérna milli, en það gerir eitthvað svona S-curve sem gerir erfiðara fyrir blóðið og hérna kom tappi eða eitthvað svoleiðis. Svo ég er með stinge hérna í þessu. Svo ef þú ert Ibsen ættinni þá áttur að láta athuga hérna hvernig þetta er. Svo það komir ekkert svona surprise setna í lífinu. Ef það er eitthvað þá getur þú monitora það og kannski, já. En ég er á 3 lyfjum í dag, en svo eftir 2 mánuði þá get ég sleppt 2 þeirra og bara að vera á aspirín, baby aspirín eins og segja. Svo það er bara spennandi að sjá. Svo ég fékk stroke hérna minn, þá ég veikur hérna minn í líkamanum, syng hérna minn, þannig að það er alltaf leið að syngja. En vonandi bara er þetta núna bara tuða mikið, tala mikið, en þetta bara fyrst og fremst bara fyrir mig til að bera saman á milli vitna hvernig talið er og hvernig lífið er bara hérna. Núna svona mið-nóvember og laufin að detta og breyta lit og Halloween rétt fyrir hornið. En takk fyrir bara, vonandi yfir þetta eitthvað sem hægt að nýta í framtíðinni. Bye.